Það faraldur á Íslandi og búið að vera í mörg ár, ópíóða faraldur sem að fólk notar lyf sem er hugsuð til lækninga, til að lina þjáningar krabbameinssjúklinga og fleira. Nota það til að komast í vímu og þetta er stórhættuleg efni, ópíóðar sem að geta leitt til þess að fólk tekur of stóra skammta, overdósar, mjög erfitt að vara sig á því, sumir deyja eftir að hafa notað þetta bara stutt og deyja eiginlega slysförum, aðrir eru fíklar, langtleiði fíklar og nota þetta og deyja og það, við vitum raunlega ekki hvað þetta er stór fjöldi sem að deyja hverju ári, af því að það er svolítið erfitt að greina þau í sundur því að við fáum eiginlega bara upplýsingar þá sem að deyja of stórum skömmtum vegna lyfja og það getur verið ýmsar ástæður þar að baki. En við vitum að þetta eru 10 einstaklinga, mikið til ungt fólk í blóma lífsins eins og sagt er, sem hafa dáið af þessu sökum. Það sem er sérstakt við þetta er að þessi faraldur geisar og hann er eiginlega lítið hann fjallað, kemur einstaka sinnum fréttir þar sem reynt að áætla fjöldan, svona horfa á þetta úr nokkru fjarlægð, en við kynnumst lítið fórnarlömbunum, fólkinu sem að ferst og við ætlum að reyna það hérna við rauðaborðið að fjalla þetta og Jón Atli Jónasson leikskáld fallist á að koma hingað. Já. Og ástæðan er að bróðir þinn er einn af þeim sem að fórst. Já. Og nýlega Jú, bara hann lést í síðasta mánuði, í byrjun síðasta mánuðar, cirka. Þeir fjölskyldan eru nýbúin að jarðan. Já, við erum nýbúin að því. Og hann dó í þessum faraldri, lítur þau svo á? Já, hann gerði það sko. Ég er svo sem ekkert einhvern veginn reynt að leyna því að ég er sjálfur búin að vera edrú í mörg ár og er amaður eins og maður segir í dag og þó svo það sé dálítið svona innprentað í okkar félagskap einhvern veginn að halda því leyndu, þá finnst mér það alltaf skrítið, skilur ég einhvern veginn sé það meira í því svona starfi sem ég geri, þú veist, sem amaður hefur mér þótt að einhvern veginn bara svona freka kostur ef fólk veit það en ekki, skilur og ég held að tíðarandi sé að breytast, ég meina þetta er regla sem er sett þú veist, fyrir mjög mörgum árum síðan svona að halda þessu leyndu og ég veit ekki sko hvort það einhvern veginn. Þetta var náttúrulega sett á þeim tíma ef að þú sagðist þú eru alkohólist þá gæstu verið settur inn á geðsjúkrahús og verið sko settur í heit og köld böð og raflost og stungið pinna upp í nefið og það eru hært í framílan. Já, í raun og veru. Þannig að fólk var nú bara að verja lífsitt sko, því að þægja yfir því að vera alkohólistar. Já, akkurat. Og í dag held ég sko, ég held við bara að Kanada er svo klári með þetta sko, við búum í svona einhverjum post-truth veruleika það á engin, eða post-privat veruleika í raun og veru, þú veist það er ekkit privat lengur þannig þó að það sé auðvitað margt sem er privat og eigi að vera þannig sko, að við erum oft farin svo langt yfir þá línu og þess að fyrsta sem að ég hafði áhyggjur af því sko, þegar þú baðst mig að koma hingað er sko já, er þetta eitthvað svona vælu viðtal, skilur þú veist, maður sér bara eins og til dæmis fjölmiðlar eru uppfullir finnst mér ofta mjög skrýtnum hlutum sko, fólk sem er að kljást við krabbamein þó að það sé náttúrulega virðingavert og eitthvað svona, en sko hvort það er vera framan á einhverju dagblaði, ég veit það ekki alveg þú veist, hver resonansin er sko, þú veist og stilt oft upp sem svona baráttusugum já, sem þeir eru alveg sko, þú veist, en það, ég held að sé margt sko, þú spyrir mig sem að við þyrftum að skoða fyrst áður við förum í það sko, þetta er svona eins og vikan var, við stöld blöð bara einhvern veginn vera orðin eins og vikan, með stríð í Úkraínu, svo er þetta með einhverja konu sem með einhvern ólæknandi sjúkdóm, skilur. En ég baði að koma, þess að ég var eiginlega að segja hérna núna áðan að það er faraldur í gangi. Já, það er fólk að falla. Algjörlega. Og við einhvern veginn sjáum það ekki og það er, þegar það er byrjað að tala um það úr mikilli fjarlægð, þá er eins og þetta sé fólk sem að mætti falla, hefur ekki andlit og við sem að kannski, hérna þetta er ekki mjög nálægt okkur, við skynjum þetta ekki. Skynjum þetta ekki og skiljum þetta ekki. Já, en þegar þú segir það, þá náttúrulega þú veist, sem sagt í tilfelli bróður míns þá náttúrulega var hann sko að berjast í fíknisjúkdóm á alvarlegu stigi sko frá því við erum úlingar nánast, skilur, og hann verður 49 ára gamall sko og
og þannig menn hafa margótt leikið á dauðan, skilur, í raun og veru í sinni neyslu, sko, og einmitt þetta þegar þú segir eins og áðan þú deyrði ekkert af slysförum úr banvænum sjúkdómi, skilur. Þetta bara það er eins og dæmi að krakkar degi af... Já, sem svo svolítið annað, sem við ættum eiginlega að ræða, sko, sem snertir venjulegt fólk, sko, mjög beint, sem þetta að nokkri affélagi mínu voru að tala það bara í jarðaförinni, sko, sem sagt, þegar þeir og við vorum úlingar, sko, þá til dæmis einn dílar sem seldi okkur ekki spýtt, hann sagði bara þegar þið getið það að gera, skiljið, þið getið reykt eitthvað smá hass en ég ætla ekki að fara að selja börnum amfetamin. Í dag þetta ekkert, sko, ekki hindrun. Nei, raun og veru ekki, og það er það sem að manni kannski svíður sárast eru allar þessar sögur bara af 18-19 ára krökkum sem að, þú veist, kaupa einhverja pillu sem þeim vita svo sem ekkert hvað er á netinu og bara deyja, skilur. Það er svakalegt. Það er allt annað held ég og annar leggur á þessum ópíóðafaraldri sem í raun og veru alveg hægt að útskýra. Ég meina, þú veist, eitt er þetta Oxycontin, skilurðu, þannig fer bróðið minn, svo annað eru þessir fentanylplástrar og allt þetta, sko, sem að virðist ekki vera erfitt að útvega sér. Og það er kannski það sem að... Og er hættulegra efni. Já, mikið hættulegra efni, sko, og þegar þú talar einmitt, sko, statistík, sko, þó ég hef tölurnar ekki alveg á hreinu, ég meina þegar til dæmis AA-samtökin að byrja þá er hlutfall þeirra sem að hætta að drekka, þú veist, burt sér frá hvernig bata við erum að ræða er afar hátt, það er 80-90%. Í dag erum við svo langt frá þessu að hálfa verið nóg, sko. Þú hittir aldrei neitt sem að, þú veist, að skrýtnasta sem þú lendir í að hitta eitthvað sem komin yfir 30 og á aðfundi og að fara koma úr sinni fyrstu meðferð. Ég meina þú ert að hitta ungt fólk í dag sem er bara búið að fara 10 sinnum í meðferð. Og fyrir maður svona að hugsa, sko, hvað er skakt hérna, skilur, þú veist, hvað er ekki að virka. S.A.A. segir að 4. hvert barn á Íslandi eigi foreldri eða nákominn ættingja með fíknisjúkdóm. Það eru 22.000 börn. Það er faraldur, skilur. Þetta hefur hann náttúrulega sína, þú veist, dali og toppa og allt þetta, en jú, bara eins og ég segi, bara mannfallið er meira, held ég. Og jú, maður getur kannski hugsað sér að það sé einhver skömm sem að fylgið í eða eitthvað svoleiðis, sko. En á móti segi ég meina, þú veist, ef 4. hvert barn á foreldri eða einhvern nákominn ættingja með fíknisjúkdóm, þá erum við, þú veist, að tala svona frekar hversdagslegan sjúkdóm og í raun og veru sé ég voru lítinn mun á þessu og þú veist, bara krabbameini, skilur þú veist, þannig. En ef það svo væri að þá hefði bróðuðinn fengið aðstóð sem að hefði verið lítið á bara sem eðlilega, er það svo? Hann fekk alla þá bestu hjálp sem að völ var á, skilur, og ég get sagt þér að því ég bjó lengi erlendis og þekki AA-samtökin af einn raun vel bara allan heim, skilur, að það eru fáir sem gerir þeins vel og við, skilur. Ég hef ekki síðan, nema kannski, þú sér þeins til dæmis, sko, ég get til dæmis talað Bandaríkin í þessu samhengi, þar sem að er raun og veru upprunaland þessa Oxycontin faraldurs. Það eru meðferðastöðvar reknar sem bara eitthvað svona tryggingasvindl í raun og veru, sko. Þú veist, bara svona á verksmiðju skala, skilur. Þú veist, og skila óskup litlum árangri. Þú veist, þeir eru ekkert að finna upp hjólið þar, ég meina, þú veist, þessar 12 spora hugmyndir sem koma fram þarna, þú veist, í kringu 1940, skilur, það er ennþá bara við líðið, það er það eina sem virkar ennþá, sko, þú veist, ég hitti bara einhver svona peningamaskína, sko, þar sem að ungu fólki er rúað inn í svona stórar meðferðastöðar að því foreldrar þeirra, skilur, eru með góða sjúkratryggingu, sko, en það er alveg það sama upp á peningum þar. Það voru lítill bati í raun og veru og ég veit eiginlega ekki alveg af hverju það er. Þú veist, auðvitað eru sumir sem að einhvern veginn ná einhverju máli í þessu, en ég held líka bara að þú þarf bara að leggja allt undir, skilur, ég er svo sem ekki að segja eitthvað sem þú þekkir ekki sjálfur, skilur, hvernig það virkar, sko, þú veist, þannig. En vissulega það sem að veldur mér áhyggjum sérstaklega er, sko, ég held að fíklar eru eitt, en þú veist, unga fólkið okkar er eitthvað allt annað, sko. Það er það sem að ég hef mest þessi efni eru náttúrulega hættulegri líka fyrir gamla fíkla. Já, og það er
þú veist, þetta getur drukkið í hel. Já, það allt til. Já, en það ákveðin svona slysahætta í tengslum við ópíumefnið. Já. Þú erfið, það breytilegt hvernig þol þitt Já. Þú ert búin að vera edrú í 3 mánuði og tekur svo sama skammt og þú notaður áður að þá getur þú dáið að því. Já. Talaði sjúkraflutningamenn, þeir geta sagt þér sögur með þér. Þegar þú ætti frekar að tala við þau en mig, sko. Þú veist, bara það er narkan í hverjum einasta sjúkrabíl og þú veist, þessi útköllur og óteljandi og hérna, við oft náttúrulega í alls konar samingi erum alltaf að ræða heilbrigðiskerfið okkar. Ég held til dæmis að bráðamóttaka sem eingöngu fyrir fíkla, skilur, ég held að það sé bara bráðsniðu hugmynd, sko. Þú veist, að hafa þetta saman, ég meina, þú veist, hverjir nota bráðamóttökuna mest? Jú, það eru foreldrar, barna, skilur, og gamalt fólk, sko. Svo, sem sagt, þegar þú einhvern veginn átti erindi á bráðamóttökuna og þú veist, það þarf ekki annað en bara einn fíkil sem viti sínum fjærbar til að snúa öll á hvolf, sko. Þú veist. Jú, ég hef orðið varðið það, fór oft með mammu þangað. Já. Það ég man eftir einni nótt þar sem að var fíkil að bakvið svona tjald sem bara gargaði linnulaust í einhverju angist. Já, akkurat. Og gerði líf allra hryllilegt. Já. Herðu, þú ert aðmaður, hefur náð bata en ekki bróðin. Nei, ég menna hann átti sín tímabil, náttúrulega bara eins og gengur. Sko. Já, og pabbiðinn var líka alkoholisti. Já, hjá mér er þetta bæði sko genetist og náttúrulega auðvitað miklu leiti félagslegt, skilur við líka, þú veist. Þannig að, og ef þessir tveir einhvern veginn pólar eru báðir, þú veist, virkir, þá getur þetta verið trikki, skilur við. Og hérna, já. Rætt út. Já, þú verður að fara í rosalega mikla sjálfsfinnu, skilur við. Og hérna, og náttúrulega stór partur af því og náttúrulega kannski stærsti parturinn í því og kannski ástæða þess að ég sitja hérna og ræði þessi máli náttúrulega bara, þú veist, að vinna með öðrum og einhvern veginn breiða út boðskapinn er það sem að heldur manni sjálfum einhvern veginn á góðum stað í, þú veist, í einhverju sem að getur kallað mælanlegum bata, þú veist, þannig. Og hérna, já. En að því að bróðin dó? Já. Af hverju dó hann en þú lifir? Ég veit ekki, ég meina náttúrulega, þú veist, á þess að fara eitthvað mjög djúpt í það, þá náttúrulega, þá, þú veist, sé ég það bara ofta mönnum, ég hef unnið með svo mörgum í gegnum tíðina sem hefur bæði borið gæfa til þess að verða edrú og eins líka bara öðrum sem hafa hreinlega dáið, sko. Og einhvern veginn, maður gerir alltaf einhvern veginn sama hlutin samt, sko. Og hérna... Virka fyrir sumin aðra ekki? Já, og þú veist, þetta er ekki eins og markþjálfun eða eitthvað þannig, skilur. Þú veist, það er sko, hérna, það er eitthvað, vissulega er ákveðin formúla á bakvið það, en þú veist, það er bara, hvað ég segja, það er, þú ert ofta að vinna með mönnum sem að sko hafa tapað einhverju baráttu, skilur, en ekki gefist upp, sko. Þannig að þú veist, þessi mun á uppgjöf og ósigri sem að er kannski það fyrsta sem að menn verða átt að sjá, sko. Þú veist, það er bara svona nokkrir einfaldir hlutir sem að einhvern veginn þeim verður að takast að gera. Þú veist, þú verður í raun og veru að vera tilbúin til þess að sleppa ákveðnum hlutum af því að þetta er eini staðurinn sem þú getur ekki samið, skilur. Af því að þú labbar gegnum lífið, þú semur við makaðinn og fólki sem þú vinnur hjá og bankan þinn og þú veist, þú ert alltaf í einhverjum svona samninga við hann. Og Guð, svona líka. Og Guð kannski líka, en þarna getur ekki samið lengur, þarna verður að gefast upp, sko. Og já, eins og ég segi, ég meina, ég get ekki sagt þér það, en ég sé það á mönnum svona tiltölulega fljótt, sko. Þú veist, hvar þeir eru, hvað þetta var þar, sko. En þú vísa til hérna svona meðferðar sem að var fundin upp mótuð á 4. áratugnum og hérna hún hefur virkað fyrir marga en hún var flutt hingað til Íslands með S.A.H. Já, akkurat. Og formleg meðferð sem að það er tíma afeitrun náttúrulega. Já, afeitrun og svo meðferð til að gefa fólki svona quick start inn í samtökin.
á svipuðum tíma raunverulega og Ronald Reagan komst til valda fljótlega eftir það og braut það niður og markasvætti þessa meðferð og mikill harmur sem var af því. En hér heima að þá kom mjög fljótlega í ljós að þessi aðferð, hún virkaði fyrir suma en aðra ekki og þá var búin til víkingameðferð og þá kom í ljós að þetta virkaði ekki alveg fyrir konur, hann var búin til kvennameðferð. Og svo kom að kannski þessi meðferð hentaði ekki alveg öllum, hafa búið til unglingameðferð og svo var haldið áfram, en kannski hefur ekki verið sama þróunin á þessari öld og því að þú nefndir áðan að það varu einhver sem að kannski í þessu fyrsta fasa að þá voru menn að fara í meðferð kannski miðjan fertugsaldurinn. Já, akkurat. Svona venjulega fyllibittur eða orðnar óhæfar. Þetta sumir sem að þróuðu sjúkdómir hraðar og fóru fyrir í meðferð en það var svona algengast þá. En núna segiru að þeir sem eru 30 eru búin að fara í marga meðferðir. Já, það er alveg marg sjóðar í þessu. Já, af því að þú bendir á þetta sé raunverulega hjá okkur. Er þetta ekki líka það að okkur hefur kannski ekki tekist að þróa meðferð eða einhverja lausnir bæði út af einhverju breytingu í samfélaginu, krakkarnir nota önnur efni, það er eitthvað öðruvísi. Já, það er eitthvað öðruvísi, það er alveg rétt Við erum gamlir kallar. Já, Jesús, já. Nei, og ég hef aldrei verið einhvern veginn, þú veist, ég er ekki, þú veist, einhver talibani þegar kemur að þessu, þú veist, ég er bara eins og ég segi, þú veist, ég held að í tólsporakerfinu finnur svona ákveðin grunn, skilur, en svo eru margir sem er að díla við fíknisjúkdóma út af þú veist, bara áföllum í lífinu skilur, þú veist, ég er ekki þannig þannig að, þú veist, það er ekki það sem ég einhvern veginn, þó vissulega sé svolítið erfitt að aðgreina skilur, er þetta ekki sjúkdómur sem býður upp á það, þú veist, að lenda í áföllum hvar sem þú einhvern veginn stígur niður fæti og margir eru með æsku sem er bara stórst já, og það líka, skilur, og það verður bara handicap, skilur, en já, en eitthvað þessu 20.000 börnum sem eru nákomin alkoholistum já, ég held að já, Jesús minn, algjörlega en ég held að stelpa sem að kaupi sér pillu og laugardagskvöldi og hefur aldrei, þú veist, drukkið 2 vodka í kók og deyr svo, það er eitthvað stórkostlega galið þar, skilur en okkur er ekki það er eitthvað skrítið við það, hvernig samfélag tekur á þessu já, hvernig finnst þér að taka á því? Bara ignora það Já, það er eins og þetta sé ofervitt til þess að sé þetta ræðum það og líka af því að eins og í mörgu að þá er eins og þú hefur val að líta á þetta sem samfélagslegt ástand eða persónulegt mál Nei, þetta er samfélagslegt mál það er málið en af því að þetta á sér persónulega sögu, jáfnvel unga stúlkan Já, akkurat að þá er eins og að við kjósum að þetta þú getur tekið bara fátækt, hún er samfélagslegt vandamál en hún á sér líka persónulega mynd og stór hluti af samfélaginu kýs að taka þetta sem persónulegt vandamál, ekki samfélagslegt vandamál Já, þú sett ekki nóg duglegur eða eitthvað Nei, bara eitthvað, bara take your pick Já, akkurat, einmitt Þannig ég held að þetta mál fallegst þarna inni að við vitum ekki hvar ábyrgðin liggi hver er mín ábyrgð á þetta sé Nei, akkurat Samt erum við með fólki í samfélaginu sem eru auðgast á sölu þessu efna Já, einmitt En ég meina, þú veist, ekki það ég viti það lengur hvernig fólk verður sér úti þetta, skilur það eru örugglega með einhverjum ólöglegum hætti og eitthvað svona, en mér er bara svo skrítið að svona krakkar í fikti fari beint þangað, ég veit ekki alveg hvað það er, hvaða sinnuleysi er á bakvið það einhvern veginn, þú veist En líka, eins og ég segi, við erum líka að sjá, þú veist Það er náttúrulega meiri lyfjanótkun meðal barna og ungmenna í dag Já, mér finnst rosalega lyfjanótkun einmitt, Já, þannig að þetta er normal, þetta er meira normal heldur var þarna þegar maðurinn vildi ekki selja ykkur Já, akkurat Já, fólk sé bara að taka lyfseðilskyld lyf, þú veist, hverju svo sem það er, Þú veist, er með einhverja greiningu eða eitthvað slíkt, Já, ég held að það er ekki allt upp í 40% af ungmennum sem eru með einhvers konar gælum Já maður hefði nú haldið kannski að markaðurinn myndi einhvern veginn regulera þetta, skilur þó hann sé, þú veist, svartur fattaru, að þetta lítur að stúast þú veist, að viðskiptavinurinn haldi áfram að versla við eða eitthvað, ég veit ekki þannig að ég veit ekki svari við mér finnst þetta, þú veist, eins og ég segi, þú veist Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig samfélagið tekur á þessu? Ég er náttúrulega bara að sé það ekki, ég meina, er það löggan sem að gera það á að gera það, þú veist, er það
löggjafavaldið einhvern veginn, þú veist, ég velt mikið fyrir mér þessum skaðamingandi úrræðum, sko, ég skil þau alveg, ef þetta ekki að gera sig að þú veist, þetta sko, ber okkur skylda til þess að hlúa að fólkin okkar, hvar svo sem það er statt og reyna að mæta það sem það skilur við. Já, við gerum náttúrulega sárum á vígvellinum. Já, ekki, þú veist, þannig. En reynum samt að tryggja fólki aðgengi að raunverulegri heilbrigðisþjónustu. Já. Það getur verið hættulegt að fíklarnir fái þjónustu í bíl undir brúnni en fái ekki aðgang að... Já, akkurat. Já, en ég held að það nú kannski við sko, þú veist, ég vann mikið með einmitt, þú veist, mjög langt svona gengnum fíklum þegar ég bjó erlendi, sko, og þeir þurftu bara, þú veist, á ákveðinni svona aðstoð að halda, skilur þú veist, svona, þeir voru að feta fyrstu skrefin, sko, þannig, í því að ná einhvers konar bata, sko, þannig að ég skil það alveg í því samhengi, sko, að hérna, það er náttúrulega skelfilegt þegar fólk þjáist út af einhverjum, þú veist, lögum og reglum sem við setjum, sem að, þú veist, gera þeim lífið erfitt og ég myndi sá viðtal með einhvern strák, held ég bara í sjónvarpinu sem að, þú veist, vildi, eða fann sig nauðbeygðan til þess að brjótast inn og í raun og veru, þú veist, brjóta af sér og fremja glæpi bara til þess að einhvern veginn geta, þú veist, haldið sig á svona þokkalegu róli, sko. Þetta á þetta ekkert að vera þannig, sko. En eins og ég segi, það er eitt sem hefur alveg verið rætt sko, við getum, jú, þú veist, vissulega fundið einhverjar svona ástæður fyrir því, þú veist, af hverju, þú veist, fíkni sjúkdómar og svona, þú veist, þessi faraldur gerist, en ég held að ég sjá það líka bara, þú veist, kannski dálítið, sem náttúrulega dálítið bara svona mín persónlega skoðun að það er rosalega margt í samfélagum sem ýtir undir svona fíknihegðun, skilur þú veist, bara, ég meina allt þetta símadót og þú veist, samfélagsmiðlar nú og hljómar er svo gamall kall, en skilur hvað ég á við, þú veist, það er eitthvað svona endorfín, maður er í einhverju svona endorfín hringekju eins og hamstur, skilur Við höfum rætt að hérna við kannski, já, alls konar fólk að það er eiginlega óumdeilt fólki líður verr í dag heldur en fyrir bara stuttu síðan. Já, ég held það, sko. Það eru mælingar sem sýna það og svo getur menn velti fyrir sig hvað veldur, hvort það séu samfélagsmiðlarnir, hvort það séu meiri einstaklingsíkja, meiri einmannaleiki og upplösn í samfélaginu. Já, ég held líka bara það sem gerist í COVID sko að það var svona eitthvað eitt sem kom inn í viðbót, fannst mér bara að við svona mistum dálítið sko skynjun okkar á tíma breyttist algjörlega og ég held við höfum ekki alveg náð því tilbaka ennþá, þú veist. Hvernig þá? Nei, bara við lifum dálítið svona förðulega tíma, sko, þú veist, einhvern veginn. Það var eitthvað svona dregin einhver lína í sandinn. Ég á dálítið erfitt með að útskýra hvernig, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, þetta er eitthvað hitasti í samfélaginu bara, sem einhvern veginn virkar pínu skakt, sko, finnst mér, þú veist, að einhverju leyti. Og svona félagslíf ekki að náð sér aftur upp? Já, þá er ég ekki að tala um svona félagslíf í félagsheimilum, heldur bara í alls konar, í smáu sem stóru. Já, ég held það, sko. En svo svona félagsnetið okkar er ennþá svolítið veikt. Já, og þú ert að fá ljóðskáld til því þáttinn til að útskýra þetta. Það er reyndar þannig að talandi aukna vanlíðan í samfélaginu, þá getur ég að tala við hvert sem er, þú getur að tala við skáld og sálfræðing og prest og bara mannin út á götu. Já, nei, ég bara segja það eru örugglega menn þarna úti sem eru betri að færa það í orð en ég, sko. Nú. Nei, ég segi svona, ég skynja það samt, sko. Þú ert leikskáld, ekki? Jú, en hérna já, kannski ekki núna, að því ég er náttúrulega þáttakandi í því, skilur þú veist, en hérna, ég sé það dálítið, sko, en hérna, já, er meðvitaður það, sko, þannig. Já. Herðu, en bróðin, já, ef hann hefði ekki dáið, já, var hann langleitur alkohólisti og átti eftir, eins og við höfum séð marga sem að, þetta eru menn sem að ná ekki eftirlaunaldri. Nei, sko, var hann á slíkri braut? Já, eftir fertugt, þá verður þetta erfitt, sko. Það er svona þumalputta regla sem ég séð í þessu, sko, að hérna, og enn og eftir talaði náttúrulega bara út frá minni persónulegu reynslu, sko, að það er
Já, það svona eftir miðjan aldur verður þetta mjög erfitt, sko. Og náttúrulega svíkur líka minn okkur svolítið, hættir að endur niður sér sjálfkrafa. Já, það eiginlega það, sko. Og ef þú ert að drekka á því tímabili þá hörnar mjög rætt. Já, og ég líka bara, þú veist, eins og ég segi, ég flutti svona minningarorð í jarðarförinni þegar bróðir minn dó, sko, og var svona að reyna að hnykkja á þessu að hann dó ekkert af slysförum eða tók sitt eigið líf, þetta bara, ég meina, þú veist, það var allt reynt og það gekk ekki, skilur þú veist. Þú getur sagt það sama einhvern sem að fær lungnakrabbamein og það allt reynt, skilur, en þú veist, lyfjameðferðin eða geislameðferðin bara hreinlega virkar ekki. Munurinn svolítið sá að okkur hættir freka til að kenna sjúklingnum ef hann fíkill heldur en þeim sem að deyra af lungnakrabba. Já, en það þessi fordóma sem voru líka bara gagnvart öðrum geðsjúkdómum, skilur, í samfélaginu, sko, sem að einhvern veginn manni virðast vera svona rjáttlast af fólki, sko, þú veist. Það talaði enginn geðsjúkdóma hvað þá sína eigin, skilur, opinberlega fyrir, þú veist, hvað var það? Þú veist það náttúrulega betur en ég, náttúrulega hafandi verið í fjölmiðlum svona lengi, skilur, þú veist. Ég man bara eftir því þegar þú einmitt stegst fram og rættir þig og þína æsku og allt það, sko. Það sló marga einhvern veginn, skilur, þú veist. Þannig að þú veist. Þetta hefur verið gengið mjög hægt. Já, algjörlega, sko. Og þótt að við sem að segja að við sem gamlir og ég sé gammal, að þá mannmaður, það bara stutt síðan að það var farið að tala kynferðislegt ofbeldi. Já, akkurat á það, sko. Í samhengi við, sko, einhverja mannesku. Já, einmitt. Og kannski sá snertiflutur, sko, þegar kemur að löggjafarvaldinu, sko, ég man alltaf eftir í, sko, þegar að ecstasy-bylgjan kom, þú veist, svona upp úr 90, það, sko, og ég man bara margir félagar mínir fenguð, þú veist, alveg bara fáránlega dóma fyrir nokkrar ecstasy-pillur, sko. Sem núna verið að kanna sem lækningu við koma menn fram og hafa mikla vonir að þetta geti hjálpað fólki við að losna út úr áfallastreitur, röskun og þunglindi. Já, sem ég held að hafi ekki verið ástæðan fyrir því að þeir voru að selja þetta, skilur. En þú skilur hvað ég við, þú veist, kannski tekin með 50 ecstasy-töflur og þú bara fékkst margra ára dóm, sko. Og meðan, sko, það var valla sleið á puttana á kynferðisklæpumannum, skilur. Þú veist, að sá, sko, sú skekkja fannst mér ríkjandi mjög lengi og finnst eiginlega ennþá, sko, að mörguleiti, þú veist, þegar kemur að þessum tveimur málaflokkum, sko, þú veist, sem að, mér varst það skrítið, sko, þú veist, læsa einhverja úllinga inn í fangelsi fyrir eitthvað svona, finnst mér stórfurðulegt, sko, þú veist, þannig. Já, herðu. Hvað eru þið margir bræðurnir? Við erum, nú erum við 3. Nú erum við 3. Já. Pabbiðinn var drykkjumaður. Já, hann barðist mikið. Landsfrægur. Já, akkurat. Já. Gleðimaður hefur verið kallaður? Gleðimaður, já, akkurat. Já, og liði náttúrulega, þú veist, eins og við segir, dálítið aðra tíma þegar kemur á þessu, bara, þú veist, drykkju og allir þessu og bara allt massíft þakka niður, sko, og samfélagi var bara dálítið þannig, sko. Þú veist, það voru svona túrakallar og eitthvað. Leitaði hann sér aðstofar? Já, ég man eftir í til dæmis að, ég man ekki hvort hann fór á Fríport, hann fór á Silungapóll á sínu tíma, sko. En náðu ekki bata? Nei, því miður, sko. En Og dó bara á bestaldri sett í dag eða eitthvað? Já, sko, hann dó reyndur úr öðru en, þú veist, drykkjan getur ekki að hjálpa til, sko, þú veist, þannig að ég held að það hefur verið svona samhangandi þáttur, sko, ég held oft líka að það sé eitthvað sem að ekki skoða nóg, sko, þú veist, í þessu samhengi, sko, þú veist, það var, náttúrulega eins og þú veist ég vel og ég, sko, að samfélagi bara var allt öðruvísi, sko, þú veist, og ekki að góðu liti, sko, þú veist, þannig, og en það er aldrei sérstakt, sko, eins og í tilfelli bróðum mín, sko, þá og náttúrulega, þú veist, auðvitað er það áfall að missa einhvern svona nákominn sér, en þú ert dálítið samt að syrgja mann sem að var aldrei. Ef að það er eitthvað sem þú getur tengt við. Sem að var farin að, það er Já, sem að var og ekki var. Aðstandendur Alzheimer-sjúklinga lýsa þessu, hvernig er að sakna manneskjunar sem að stendur fyrir fram að þig.
Já. Að sumiliti held ég að aðstandendur alkoholista kannist við þessa tilfinningu. Já. Að sá sem fyrir fram að þig, hann umlega farinn fyrir löngu. Já, og það eru svo flóknar tilfinningar sem þú þarft að díla við, sko. Þetta er mjög, þú veist. Þetta er mjög erfið þraut, sko. Að því ég náttúrulega blessunarlega kannski ekki mist svona marga en til dæmis hálssysti mín dó fyrir nokkrum árum, það var svona frekar bara straight forward, skilur, þú veist, upplifir maður eitthvað svona eðlilegt sorgarferli, skilur, það er að tala það, sko, maður er skilin eftir einhvern veginn með meira bara sem maður þarf að vinna úr, sko. Varðandi bróðin? Já, myndi ég segja, sko. Þannig að var það þá til dæmis eins og hans sök og sök samfélagsins eða? Nei, það er ekki beint reiði, sko, þetta er bara, þú veist, maður er náttúrulega, sko, hvað ég segja, maður er náttúrulega dálítið hryggur og þú veist, líka bara þegar kemur að fíknisjúkdómum, sko, þá er bara svo margt sem við vitum ekki, held ég, þú veist, allt sem þú ert búin að varpa hérna fram og í raun og veru spyrja að, skilur, og þá vona ég sér ekki að beða mig að svara því, skilur, er alveg spurningar sem við bara vitum eiginlega ekkert svörin við, skilur, þú veist, þannig að og þegar þú segir það veldur mér náttúrulega, þú veist, dálítið hugarangri þegar þú segir bara erum við að ná að hjálpa öllum á þann hátt sem þið þurfa að hjálpina, ég bara veit það ekki, skilur, maður vonar það, sko. Það er líklega mikilvægast að við séum að tala það sem við skiljum ekki, sko. Já, því það er ekkert sniðugt að vera alltaf bara með einhverja þætti þar sem að kemur fram ykkur og segir hvað sannleikurinn er, sko. Það er ekki það sem samfélagi vantar meira af. Nei, og eins og ég segi, ég held að það sé það sem að hafi hrætt þá sem að til dæmis unnum með mér í leiku sem mest er, sko, ég var mjög bara confident í að segja bara ég veit það ekki. Þú veist, ef ég vissi það ekki. Þannig að ég held að það sé líka ágætt, sko, að þú veist, ég held að eina leiðin til þess að vera í einhvers konar bata eða vera edrú er bara tilenga sér ákveðna auðmýkt, sko, og hún kannski felst fyrst og fremst í því bara að gangast við því að maður veit ekkert allt og skilur ekkert allt og þú veist, já, að því það er satt allavega, skilur, þannig að ég er bara á þeim stað, sko, og já, en þú veist, eins og með hann, sko, þú veist, og oft með þessa menn, sko, og það er minnst á það í þessari ágættu bók sem við eigum, sem sagt, A-bókinni, sko, að flestir, ef ekki, vel flestir alkohólistar eru þannig, sko, að ef þeir eru á góðum stað, þá leikur allt í höndunum á þeim, skilur, þú veist, bróðið mig var vissulega þannig, skilur, þeir hafa bjart yfir honum, skilur, þú veist, þannig að og hann er ekkit eina dæmið þetta, sko, það er bara hver snillingurinn á fætur öðrum, sko, sem hafa farið í hundskjöft. Já, því miður, það er bara það, sko. Jón Atli, takk fyrir að koma hérna og ég samrýkist þér með missin. Takk fyrir.